Gríðarleg eyðilegging blasti við fréttamönnum sem fengu að heimsækja kjarnorkuverið í Fukushima í Japan í fyrsta sinn frá því að skjálftinn mikli reiðar yfir í mars. Japönsk stjórnvöld segja nú ástandið stöðugt en geislun er þó enn mjög mikil. Ekki þótti annað óhætt en að láta fréttamennina klæðast viðeigandi hlífðarfatnaði í heimsókninni, enda aðstæður á vettvangi langt í frá heilsusamlegar. Þeir þurftu ekki að aka langt inn á lóð Daiichi versins til að sjá umfang eyðileggingarinnar. Kjarnaklúshúsin gjörsamlega í rúst, vörubílar á hvolfi og brak á víð og dreif svæðið. Sökum þess hve geislavirkni er enn mikil í Fukushima er aðeins hægt að sinna hreinsunarstörfum á afmörkuðum svæðum í stutta stund í einu. Engu að síður fullyrða japönsku stjórnvöld að mjög hafi dregið úr geisluninni og ástandið sé orðið stöðugt. Heimsókn fréttamannanna hafi þess vegna verið heimiluð. Vonast er til að í árslok verði hægt að byrja að fjarlægja eldsneytið úr kjarnakljúfunum og loka verinu fyrir fullt og allt. Líklega mun þó taka ár ef ekki áratugi að gera svæðið í kringum verið öruggt á ný og því er óvíst hvort eða hvenær íbúar þar fá að snúa aftur til síns heima.